Eins og fram kom í síðasta kafla, eða í fyrri glærunum með fyrri heimstyrjöldinni, þá er talað að fyrri heimstyrjöldin hafi hafist með skotunum í Sarajevo. Og hér er mynd af Gavrilo Princip þegar hann er handtekinn eftir að hafa skotið Frans Ferdinand erkihertoga austurrísk-ungverska keisaradæmisins til að vekja athygli á baráttu Bosníu-Serba fyrir því að sameinast Serbíu. En talað er að þetta atvik hafi valdið ákveðinni keðjuverkun sem á lokum leiddi til fyrri heimsstyrjaldarinnar. Við skulum kíkja ögn á það. Eins og fram hefur komið áður, þá voru menn búin að búa til bandalög sem voru þannig að ef að eitt ríki réðist á annað þá hafði þriðja ríki lofað því að koma til hjálpar. Og það var það sem gerðist. Skotið í Sarajevo var til þess að austurríkismenn töldu að Serbar hefðu staðið á bakvið það, þannig að austurríkismenn þeir ráðast á Serba. Og Rússar þeir hefðu lofað því að verja Serba. Þjóðverjar höfðu lofað að standa með austurríkismönnum, en Rússar voru aftur á móti í bandalagi með Frökkum. Nú Þjóðverjar þeir réðust á Frakka í gegnum Belgíu og Bretar höfðu lofað að verja Belga. Bretar réðust því á Þjóðverja og þetta var til þess að fyrri heimsstyrjöldin skall á. Það var eins og dómínóspil, við fellum fyrsta kubbinn og þeir falla allir. Kannski vildi þetta enginn í raun og veru, en þetta gerðist. Og ef við kíkjum aðeins á kannski það sem eitt af því sem liggur undir, þá sjáum við að hér er heimskortið, hérna er Evrópa, hér er austurríska ungverska keisaradæmið. Austurríki og Ungverjaland saman í keisaradæmi og þið þekkið ykkur, hérna eru Bretland, Frakkland, Þýskaland, Ítalía. En svona leit Austurríki, Ungverjaland eða austurrísk-ungverska keisaradæmið út. Og við horfum á litina hérna og litina hér og það segir að rauði liturinn eru menn sem töluðu þýsku, hér bjuggu Þjóðverjar. Hérna bjuggu Ungverjar. Austurríki, Ungverjaland, já, hér bjuggu Ungverjar, töluðu ungversku og hérna eru Tékkar. Það er þetta bláa hérna, Slóvakar, þeir eru hér og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að þetta er ekki hugmynd eins og við Íslendingar höfum þjóð eða ríki þar sem að allir tala sama tungumál. Eins og á Íslandi, allir Íslendingar tala íslensku eða það bil, sumir eru að verða Íslendingar, læra betri og betri íslensku. En hér var allt í einum graut og menn skildi ekkert hver annan. Tékkar, þeir skildi ekkert endilega Rúmena eða Króata eða Ítalía en eina aðra. Þannig að þetta var dálítið erfitt og þetta var svona, voru fleiri ríki í Evrópu sem voru svona blendin, en hugmyndin að hver þjóð ætti að eiga sitt ríki var mjög að verða algeng á þessum tíma. Nú, í stríðinu þá breytist ekki bara landamæri, heldur breytist ýmislegt annað. Til dæmis að þá fóru kallarnir í stríð. En hver átti þá að vinna í verksmiðjunum og bera út póstinn og gera allt sem kallarnir höfðu gert áður? Jú, það gerðu konurnar. Þær fóru og bjuggu til vopni þar inni í verksmiðjunum og þegar stríð var búið, þá var kannski kallinn þeirra dauður, það er dáinn skulum við segja, og einhverjir aðrir kallar sem voru í stríði komið tilbaka, þeir vildu fá vinnuna sína aftur, en þá var konan, ekkjan kannski eftir, hún vildi halda vinnunni. Þannig breytti fyrri heimsstyrjöldin stöðu kvenna dálítið mikið, því þær höfðu sýnt fram á það að þær gátu unnið verk alveg eins og kallar. Nú, eitt af því sem fylgdi stríðinu var mataskortur. Það vantaði allsstaðar mat, en helst í Þýskalandi, Austurríki og í Rússlandi, en þar var gerð bylting árið 1917. Og það er talið að 500.000 til 1 milljón Þjóðverja hafi dáið úr hungri í fyrri heimsstyrjöldinni.
Og það dálítið mikið á þessum tíma því að Þjóðverjar voru alls ekkert fátækt ríki. Og hér sjáum við áróðursplakat, svona plakat voru algeng, þar sem að þeir eru að segja, það sem englendingar eru að segja, við verðum að gera meira heldur en að brauðfæða hermennin okkar á framlínunni því að við verðum líka að hugsa fólki sem er heima og við skulum ekki waste nothing, við skulum ekki henda mat, við skulum passa upp á að borða klára disknum okkar. Ritskoðun og áróður eitthvað sem kemur alltaf upp í stríði. Sannleikurinn oft sagður vera fyrsta fórnarlambið í hverju stríði og hér sjáum við áróðursplakat, breskt áróðursplakat, þar sem að segir Rauði krossinn eða Járnkrossinn. Járnkrossinn tákn Þjóðverja og textinn særður og fangi segir hermaðurinn okkar, að kallar hermaðurinn okkar eftir vatni en þýska systirin, hjúkrunarkonan, hellir því á jörðina fyrir framan augun á honum. Og svo kemur hérna, það engin kona í Bretlandi sem myndi gera slíkt. Og það heldur engin kona í Bretlandi sem myndi gleyma slíku. Og hér sjáum við þýska herforingja í bakgrunninum að horfa á þetta. Nú stríðið, svo við endum það nú, förum við höfum farið mjög hratt yfir, endaði með því að Þjóðverjar töpuðu. En friðarsamningurinn var friðarsamningur sigurvegaranna. Það var ekki hugsað frið til frambúðar heldur vildu menn hefna sín á Þjóðverjum. Reyndar sagði Lloyd George sem var forsætisráðherra Breta að Þjóðverjar verða að borga fyrir skaðann sem þeir hafa valdið okkur. Hann vildi sem sagt að Þjóðverjar borguðu fyrir það sem þeir borguðu stríðsskaðabætur. Clemenceau sem var forsætisráðherra Frakka, hann sagði við verðum að gera Þjóðverja svo veika að þeir geti aldrei aftur ráðist á okkur. En Wilson, forseti Bandaríkjanna, sagði við verðum að koma á varanlegum friði og þjóðabandalagið mun sjá það. Það myndi stofna bandalag sigurvegaranna sem myndi sjá að halda friðinn til frambúðar. En Versailles-samningarnir voru sigurvegarasamningar, þeir hugsuðu ekki framtíðina. Þjóðverjar voru látnir viðurkenna að stríðið væri þeim að kenna. Þeir urðu að skila landi sem þeir höfðu unnið áður, Elsass-Lothringen. Þeir máttu ekki hafa her í Rínarhéruðunum, landamærahéruðunum við Frakkland. Þeir máttu ekki hafa stærri her en 100.000 manns. Þeir máttu bara eiga 6 herskip. Þeir máttu ekki eiga flugvélar eða kafbáta. Þeir urðu að skila Danzig, sem var við Eystrasaltið. Þeir urðu að skila öllum nýlendum sínum að láta þær að hendi og þeir urðu að borga ógnarháa stríðsskaðabætur. Og þetta þurfum við að hafa í huga þegar við skoðum svo seinni heimsstyrjöldina, upphaf seinni heimsstyrjaldarinnar. Hér eru landamæri Evrópu eftir fyrri heimsstyrjöldina. Þá sjáum við það ekkert lengur neitt austurrískt ungverskt keisaradæmi. Hér komið í staðinn Tékkóslóvakíu, Austurríki, Ungverjaland, lítið, Rúmenía, Júgóslavía, Búlgaría og fleiri lönd. Og ef við skoðum þetta sama svæði hérna, sérstaklega kannski Balkanskagan hérna, Júgóslavíu, Búlgaríu, sjáum hvernig þetta núna. Hérna hefur við Frakkland, Sviss, Austurríki, nú komið í staðinn fyrir Tékkóslóvakíu, Tékkland hérna og Slóvakía hérna, Ungverjaland, Bosnía, Svartfjallaland, Makedónía, Albanía. Þannig að hver þjóð kannski búin að fá sitt ríki hérna eftir þetta og ef við hugsum það, þá fengu Íslendingar líka sjálfstæði 1918 í kjölfar fyrir heimsstyrjaldarinnar þegar krafan eitt ríki fyrir hverja þjóð var svona mikið ofarlega. Og hér þjóðabandalagið sem eiginlega forveri Sameinuðu þjóðanna. Hér ríkis,
þeir sem stofnuðu Þjóðabandalagið, þeir sem komu inn seinna og við sjáum hvernig þetta allt saman hérna og við kíkjum á þetta seinna því þetta það sem var undan Sameinuðu þjóðunum. Og látum við það lestri lokið.